Þessu taka, veit ekki, 7, 8 held ég, 8. Jæja, ég er komin heim, nei, jæja, ég er komin upp í stúdíó loksins. Ég er búinn að vera á ferð og flugi eins og þið kannski sáuð á síðunni. Ég er einhverjum strætóum og flugvélum og eitthvað að klippa soð á fullu. En ég er komin aftur upp í stúdíó og búið til bara nýjan rétt. Verðum alltaf flæmskara bara í season núna. Núna á að elda þetta. Og þetta er sem sagt aspas à la Flanders. Aspas, köllum þetta bara flæmingja aspas. Þannig að ég ætla að búa til fyrir ykkur í dag flæmingja aspas. Þetta verður mjög líklegast bara ein af mínum einföldustu uppskriftum fyrir ykkur. Það erfiðasta fyrir ykkur við þessu uppskrift er að finna kannski aspas á Íslandi á góðu verði. Þá þarf aspas, smjör, egg, salt og nú er ég ekki búinn að læra þetta steinselja. Byrja á því að sjóða eggin. Ég lofaði að ég held að þrífa þetta í seinasta þætti. Ég er ekki með það. Þetta er bara stúdíóið. Eins og mér er einu vel aðeð, þá síði ég eggin bara í köldu vatni. Og við þurfum að harðsjóða eggin. Setja 3, setja bara alveg nóg. Næsta dagskrá það er bara kannski að skrælla aspasuna. Þeir eru svolítið litlir þessir, en maður þarf að fara svona cirka, maður þarf að fara svona cirka héðan og alveg niður. Og allan hringinn, það er alveg sko nauðsynlegt, annars verður þetta bara alls ekki gott sko. Svona. Og svo til þess að tjekka hvort þú náður að skrælla allar hringinn, þá brýtur maður hérna endan. Hérna, þetta hefur greinilega skrællast nógu vel. Já, það er engin bjór í þessari uppskrift, en við erum svona að færa okkur í burtu frá því, en þetta er ennþá belgískt náttúrulega. Svo verður að skrælla allar leið. Ég hef ekki sagt ykkur að þetta er oft selt sem forréttur. Þetta hérna, restin af þessu, er alveg æðislegt í soð fyrir aspasúpu. Þau eru búin að kúta aspasinn, þá er hann bara settur í vatn og hann bara bíður eftir að fá að sjóða. Smá salti út í vatnið. Næst er það bara að skera niður smá peterselie eða Þetta var eina ástæðan fyrir því ég tók hnífinn upp. Það var bara að skera þessa steinselju. Núna erum við ekki bara að fara að vera tilbúin. Ég hef nú lítið að segja. Þetta er svo einfalt eitthvað. Þetta eru flæmingjarnir. Þeir eru einfaldir alls staðar nema í bókhaldinu sko. Herri, ég ætla bara að segja þetta gott. Það er bara að taka þetta af og kæla eggin. Kællum aspasunum á. Taka utan á veggjunum. Það þarf ekkert að vanda sig við þetta. Svo stöppum við þessu öll saman. Ég myndi segja að þetta væri geggjað í brunch. En þeir hérna í Belgíunni, þeir éta þetta bara sem kvöldmat sko. Þetta er klárt. Það sem þarf að gerast við eggin er bara að það þarf að stapa þau. Það má alveg vera svona smá bit. Svona, þetta
Þetta cirka tekstúrin. Smá krömbul, eggjakrömbul. Nú getum við tekið asparsin af, þetta voru kannski svona 6 mínútur eða svo. Hellum vatninu af, þannig að hann hætti að sjóða. Smjör, nóg af smjöri, gott slabb. Þetta er smjör með salti og öllu. Þetta þarf sem sagt bara að malla niður. Sjá þetta hvít ofan á. Viljum það ekki. Flytja eggin hérna yfir. Setja hérna góðan slatta af hérna peterseili eða parsley eða steinselju. Ég bara man þetta ekki. Svo þetta bara upp í horn með andra. Smá pipar. Og svo er ég hérna með ég held ég viti bara ekki hvað þetta er á íslensku. Nutmeg eða ekki negull. Ég ætla að finna út úr því. Muskat. Það má líka alveg vera með það er ekki vera með svona hnetu. Mér finnst það bara að vera ferskara bragð af því þegar það er svona hneta. Smjörið er tilbúið. Ekki skimma af toppnum. Sko, ef þau eru upp í sumarbústað eða eitthvað svoleiðis og ykkur langar að smjörsteikja steik eða eitthvað svoleiðis, þá er þetta ein leið til þess að ná smjörvanum í það að vera steikingahæfan. Ég ætla að setja meira smjör, bara það er ekki nóg. Lyktin af asparnum er alveg yndisleg. Svo hellum við þessu smjöri út á eggin. Hittum aðeins í þessu. Svo í rauninni á þetta alveg að synda í smjöri. Nú erum við bara tilbúin í að setja þetta á disk. Þeim er raðað bara svona fallega og svo er þessu hérna bara skellt hérna á endan svona eins og eitthvað grindverk að vaxa upp úr garði. Venjulega ætti hann að vera alveg syndandi í smjöri, þetta á alltaf að vera hérna í smjöri sko, en það eins og þið sjáu kannski núna. Þá er smjörið farið svona að leka hérna meðfram sko. Hvernig ætli þetta smakkist? Þetta er bara kannski mest archetypical belgíski matur sem þú getur fengið þér. Svona á þessu tíma árs, núna er allt undirlagt í aspas. Og í rauninni, núna er föstudagur og næsti þáttur er á fimmtudegi. Ég á nokkra þætti sem ég ætti að vera að klippa núna, en ég varð bara að gera núna út af því að þetta er svona, hann er svo mikið núna, þessi réttur. Svo mikið smjör, svo gott.